Nú komið að hjálphúsi. Nei, sko, merkið mitt. Ragnar, er þetta þú? Auðvitað ekki. Sagði ekki að þetta væri merkið mitt? Ekki þetta merkið hans Ragnars, það? Hver ert þú? Hvað, þekkirðu mig ekki? Þú þekkir merkið mitt, en ekki mig. Skrítið. Merkið þitt? Þetta er bara rauður kross. Einmitt, rauði krossin. Merkið mitt. Hver ert eiginlega? Ég er hjálpfús. Já, frábært, ég líka. Hvað heitirðu? Nú, hjálpfús. Heitirðu Hjálpfús? Já, var ég ekki að segja það? Svolítið skrítið nafn. Kannski. En það er rétta nafni fyrir mig. Ég er nefnilega afar hjálpfús. Og svo líka svolítið skrítin. Mér finnst þú aðalega bara svolítið skemmtileg. Takk fyrir það. En hvað heitir þú? Anna. Það er líka fínt nafn. Takk. Hver getur þetta að tala? Hjálpfús? Hæ? Hjálpfús, þetta er Ragnar, bróðir minn. Sæll, Ragnar. Nei, sæll. Heyrðu, komst þú ekki stundum í skólan okkar? Jú, ég kom okkar stundum í heimsókn. Einmitt, ég man eftir þér. Hvað er það að gera hér? Ég ákvað bara að kíkja í heimsókna því að Anna, hún teiknaði svo fallega mynd af merkinu mínu. Hæ? Já, heyrðu, þú ert þarna í félaginu þarna Rauðakossinum. Nei, kannski ekki alveg. Kjánið þinn. Það er rauði krossin, ekki kossin. Sjáðu bara. Já, heyrðu, þetta er félagi hérna sem hjálpar fullt af fólki. Alveg rétt. Og ekki bara eitt félag. Það eru nefnilega Rauðakrossfélög í 185 löndum. Vá, 185 löndum. Já, þannig ég á 100 milljón bræður og systur sem að allan heim sem hjálpa fólki. 100 milljón bræður og systur. Það er rosalega mikið. Já, það eru margir, en það er miklu fleira fólk sem þarf að hjálpa að halda. Sumt fólk er svo fátækt að það á ekkert til að borða. Og sumir þurfa að flýja frá landinu sínu út af því að það er stríð. Rauði krossin reynir að hjálpa öllu þessu fólki. Og svo það líka hjálpa fólki á Íslandi. Í alvöru? Og Rauði krossin reynir að hjálpa öllum sem eiga bágt. Já, það þurfa allir einhvern tímann að fá hjálp. Þetta er greinilega gott félag. Já, það finnst mér líka. Það er gaman að hjálpa öðrum og gott að vita að einhver hjálpa manni ef maður þarf á því að halda. Já, veistu, ég og Anna, við reynum alltaf að hjálpa mömmu og pappa hvenær sem er. Já, það er reyndar tekst nú svona misjafnlega vel. Já, nei, eins og til dæmis ekki þegar ég var látið að setja í þvottavélina og öll hvítu fötin urðu bleik. Já, þegar pappa og mamma var að mála stofuna og ég tók upp á því að mála herbyggið mitt sjálf. Nei, það er betra að kunna til verka. Já. Það er margt sem að börn geta gert til að hjálpa. Sko, kannski kem ég aftur seinna og sýni ykkur það. Býtu, ertu að fara? Já, það er svo mikið að gera, en áður en ég fer, þá langar mig til að kenna ykkur lagið mitt. Já. Leyfið mér að kenna ykkur lag sem mig. Lag sem hjálpar öllum þegar allir spyrja sig. Hvað á ég að gera núna, hvernig mun að standa og hver er þessi hjálpur sem að allir nú að venda? Hvað á ég að gera núna, hvernig mun að standa og hver er þessi hjálpur sem að allir nú að venda? Hjálpur, sjá, hann er vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og minn. Hjálpur, sjá, hann er verstastinn, hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hjálpur, sjá, hann er vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og minn. Hjálpur, sjá, hann er verstastinn, hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Nú komið að hjálphúsi. Það eru til að lækka eins í sjónvarpinu, ég er að reyna að lesa hérna. Ragnar! Hæ? Viltu lækka í þessu? Heyrðu, ég er hérna á endakallunum, hann er ógeðslega erfiður. Býttu aðeins. Núna! Nei! Jú, núna! Anna!
Sjáðu hvað þú ert búin að gera! En leiðilegt. Hvað ert þú að lesa sem er svona merkilegt? Biblíuna? Ég er að lesa Einar Áskell og það er alveg ótrúlega skemmtilegt. Það er bara lúða sem lesa. Heyrðu góði, það er miklu lúðalegra að hangja ykkur tölvuleikjum þarna. Nei. Jú. Hættu þessu! Ha! Umulegur! Anna! Anna, viltu fara frá sjónvarpinu og slökkt á Riksu og þú ert að trufla mig hérna? Nei, það er nú leiðilegt. Ég var nefnilega búin að lofa að ég myndi ryksuga í dag og ég sé það alveg einstaklega óhrindina akkurat byggt fyrir framan sjónvarpið. Hvað er þetta að gera? Ætlarðu að hætta að ryksuga? Nei. Nei, það er bara að hendi Einar Áslangið út um gluggann. Heyrðu, hann heitir Einar Áskell og þú skal bara ekki voga þér. Já, ætlarðu þá að hætta að ryksuga? Nei! Úps! Ég trúi ekki að við gert þetta hana! Ég var að þér inn. Jæja. Jæja, þá! Anna, viltu kveikja? Ekki mennesku! Viltu hætta Hvað gengur hér á? Ég var bara á gangi hérna fyrir utan og fekk þessa bók í hausinn. Já, ég á hana. Og Ragnar hendi henni í þig. Ég hendi henni ekki neitt! Nei, hún bara datt, sko. Nei, Ragnar hendi henni í þig vegna þess að... Vegna þess að hvað? Vegna þess að þú varst að ryksuga. Já, og ég var bara að ryksuga vegna þess að Nei, ég nú heyrði skil ég ekkert. Já, ég var bara að ryksuga vegna þess að ég heyrði ekkert í bókinni sem ég var að lesa. Heyrðu, hún var að trufla mig þegar ég var í tölvuleiknum. Svona, krakkar. Nú skulum við aðeins ræða málið. Hvernig byrjaði þetta allt saman? Sko, ég var í tölvuleiknum. Já, og ég var að lesa. Svo byrjaði hún bara að ryksuga. Já, og þá bara henda hann bókinu út um gluggann og í þig. Óvart. Já, nú skil ég þetta. Þið voruð að rífast. Ekki ég. Mér heyrist að þið þyrftu að taka meira tillit til hvers annars. Já, en veistu að Ragnar er alltaf bara einn í tölvunni. Það er ekkert skemmtilegt. Það var skárinn að lesa. Það er bara astnalegt. Ég er með hugmynd. Sko, nú skulið þið skipta og gera það sem hitt er að gera. Þannig getið þið séð þetta með augum hins. Já, nei takk, ég ætla ekki að fara að ryksuga, sko. Nei, hérna, taktu bókina. Ha, já. Já, og aðtóða hvort þið finnst ekki bara gaman að lesa. Allt í lagi. Og þú, Anna, sest þú við tölvuna. Já, það er leiðilegt. Þú mátt ekki nota minn kall. Þú voru að búa til nýjan. Verst ekki svona leiðilegt. Svona hættið að rífast. Ragnar, hvernig á eiginlega að hoppa? Þú ítir á ferningu. Ó. Já, ég gat það, nú komst ég upp. Er þetta nokkuð á hátt fyrir þig? Nei, þetta er allt í lagi. Heyrðu, Anna, þetta er bara ekkert svo leiðileg bók. Nei, þetta er líka svolítið skemmtilegu tölvuleikur. Já, ég veit. Nei, ég veit. Ef þú komið tveggja manna? Já, gerum það. Þá getum við bara hækkað eins og okkur sýnist og tröflum ekki neitt. Nákvæmlega. Þú voru að passa þú eplunum hana. Þetta epli? Já, það eru 10 stig fyrir þau. Mér sýndist að vera eitthvað allt annað. Tillitsleysi getur verið talsvert illt að sjá. En hversamt betur það bitna sjálfum okkur á. Erfitt getur reynst að sjá hvað aðrir er að meina. Eina góða leiðin til þess reynist oft að reyna. Erfitt getur reynst að sjá hvað aðrir er að meina. Eina góða leiðin til þess reynist oft að reyna. Já, þú sjá, hann er vinur minn. Hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og því. Já, þú sjá, hann er verstastinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Já, þú sjá, hann er vinur minn. Hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og því. Já, þú sjá, hann er verstastinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Nú er komið að hjálpahúsi. Rosalega er eitthvað undarleg lykt fram á gangi. Já, heyrðu, ég fann hann á hann. Næstu því svona matalikt. Já, ekki sko vond, en alveg svakalega undarleg. Hvað getur þetta eiginlega verið?
Veistu það, þetta kemur hérna frá íbúðinu þar sem nýja fólki flutt inn. Já, fólkin sem býr hérna fyrir neðan. Eru þetta ekki útlendingar? Jú, 2 krakkar og foreldrar. Já, hótt svona dökk á litin. Já, og veistu hvað? Þau tala ekki íslensku. Ég heilsaði þeim og þau bara brostu. Veistu, ég bara voni, ég hittu þau ekki oft. En bara alltaf þegar ég hitti eitthvað fólk sem ég þekki ekkert, þá veit ég ekkert hvað ég á að segja. Og hvernig heldur það verði þegar þau skil ekki einu sinna sem ég að fara að segja? Og svo vonaði að verði ekki alltaf svona vond lykt á ganginum. Nákvæmlega. Ætli sé ekki hjálpfús? Jú, ég skal bara. Já. Hver var þetta? Þetta var strákurinn hérna í íbúðinu fyrir neðan. Þessi útlenski? Já, þetta fór nákvæmlega eins og ég vissi þetta myndi fara. Ég vissi ekkert hvað þetta að segja og hann vissi ekkert hvað ég ætlaði að fara að segja. Og hvað sagðirðu? Það var ekki neitt. Hann hefði ekkert vitað hvað ég var að segja þó ég hefði sagt það. Flókið. Hann rétti mér bara þetta bréf. Halló, ég heiti Admir og ég frá Kosovo. Þetta íslenska! Ég veit. Ég og fjölskylda minn eru nýflutt til Íslands og fluttum inn í blokkina fyrir nokkrum dögum. Heyrðu, stendur nokkuð vondulyktina? Bíddu. Ég og systir mín Fatima voru svo glöð að sjá að það byggju aðrir krakkar hérna í blokkinni. Viljið þið vera vinir okkar? Heyrðu, það kannski bara fínt og þið kunna alveg íslensku. Því miður kunnum við enga íslensku ennþá, en við erum að læra hana. Kennarinn okkar hjálpaði mér að skrifa þetta bréf og svo notum við líka orðabók til að hjálpa okkur að skilja aðra. Jæja, þá bara býðum við með að kynnast þangað til að hafa lært íslensku almennilega. Þess vegna langar okkur að bjóða ykkur í mat núna klukkan 7. Ha? Með kærri kveðju, Fatima og Admir. Við förum ekkert við það nokkuð. Það ekki hvert? Hákan brá. Sæll Hjálpús. Halló krakkar. Hvað eru það að tala? Hvert vil ég ekki fara? Það er bara eitthvað fólk sem vil bjóða okkur í heimsókn. Já, við viljum eiginlega ekkert fara. Nú, hvers vegna ekki? Ég sjáðu. Sjáðu, þannig að við Bíddu, ekki búinn. Sjáðu, Anna, við bara viljum ekki... Já, bíddu. Skilurðu? Já, þetta nú vinalegt. Og hvað svo vandamálið? Last ekki. Þau tala ekki íslensku. Já, og það er einhver undarleg lykt hérna úr íbúðinu þeirra. Já. Guð minn góður, Anna. Heldur þetta sé nokkuð á matnum sem við höfum að borða? Já, það væri nú spennandi fyrir ykkur að smakka eitthvað nýtt. Já, en skilurðu ekki, við getum ekki að tala við þau. Nei. En það stendur hérna að þau séu að læra íslensku og þau eigi orðabók. Þetta verður nú ekkert mál. Allt í lagi, segðu svo að við getum gert okkur skiljanleg. Hvað eigum við þá að tala? Nú, það er það allra besta. Haldið þessi ekki gaman að fræðast önnu lönd og allt sem að gerast þar? Já, þú meina það. Og svo nú hreinlega eitt af fallegasta sem þið getur gert, það er að aðstoða þau. Aðstoða þau? Með hvað? Hvernig haldið þið að það sé að vera nýkomin til Íslands og þekki ekki tungumálið og vita ekkert hvernig hlutinni virka? Já, það er örugglega rosalega erfitt. Já, þannig getið þið hjálpað þeim og þau geta örugglega sagt ykkur margt skemmtilegt. Nú skulum við bara flýta ykkur svo þið verðið ekki á sein. Já. Hvernig var? Alveg frábært. Ekkert smá góðu matur. Ég borðaði þið fullt. Já, heyrðu, og við gátum alveg tala við þau með hjálp orðabókar. Já, og við ætlum að hitta þau aftur á morgun og það er eitthvað skemmtilegt. Já, það var nú gott að heyra. Að fela sig og borða staðra er ekki til neins og frekar væri lífið dautt ef allir væru eins. Það er margt margir sem glaður heilsar hinum, meiri litir meira fram og fullt af nýjum vinum. Það er margt margir sem glaður heilsar hinum, meiri litir meira fram og fullt af nýjum vinum. Hjálpús, já, hann er vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar væri þér og þínum. Hjálpús, já, hann er verstaskinn, hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hjálpús, já, hann er vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar væri þér og þínum. Hjálpús, já, hann er verstaskinn, hann er
vinur allra, hann líka vinur þinn. Hann vinur allra, hann líka vinur þinn. Já, ég nenni ekkert að stýra þér allan daginn, þó að það sé gaman svona smá saman. Hættu þessu! Nei, við þurfum bara að klára verkefni og þá losnar það aftur. Nú komið að hjálpúsi. Hvað kom fyrir? Ég datt á hjólinu og mitti mig. Ertu slösuð? Nei, jú, kannski smá. Sko, eins gott að ég búinn að læra skylduhjálp. Skylduhjálp, Já. heitir það ekki skyndihjálp? Hvað er það að gera? Slaka þá! Þú ert bara að liggja kjur, ég veit alveg hvað ég er að gera. Opnaðu munni bara smá. Farðu, Ragnar! Hvað? Hvað gengur hér á? Anna slasaði sig og hún vill ekki leyfa mér að bjarga lífi sínu. Ég mitti mig bara smá í nénu, hvað er að þér? Og það er ekkert sem mull aðferðin getur ekki lagað. Lífðu bara kjurð og reynda að deyja ekki á meðan. Farðu, Ragnar! Andartak. Hér er einhver misskilningur á ferðinni. Misskilningur? Dragðu nú djúpt andan, Ragnar, og segðu mig hvað gengur á. Sko, maðurinn sem kenndi okkur skylduhjálp á námskeiðinu sagði að ef einhver slasast, þá á maður að nota mull aðferðina til þess að maður deyja ekki. Eitthvað hefur þú nú misskilið þetta námskeið, Ragnar minn. Sko, í fyrsta lagi er það ekki skylduhjálp, heldur skyndihjálp. Þetta heitir skyndihjálp vegna þess að hana þarf að framkvæma í skyndi, eins fljótt og hægt er. Og stundum líka kallað fyrsta hjálp. Já, og aðferðin heitir munn við munn, en ekki mulli mull. Og munn við munn aðferðina á bara nota þegar einhver er svo alvarlega slasaður að hann er hættur að anda. Og þá á að blása upp í þann sem er slasaður og halda líkamannu gangandi og þannig er hægt að bjarga mannslífum. En mér sýnist hún Anna nú alveg anda ennþá. Mulli mull. Ég skal bara fara. Nei, það er ekki að... Anna mín, hvar finnur þú til? Í nénu. Ragnar, nú skaltu athuga hvað þetta er alvarlegt, en farðu varlega. Hvað er á blási eiginlega? Hvað meinarðu? Já, það er ekkert gat. Nú skil ég þig ekki. Við á maður ekki að blása í fótinn eins og lungun til að halda honum gangandi. Ragnar minn, ég held að þú hafi gott að ég fara aftur á skyndihjálparnámskeið. Þú ert ekki alveg með á nótunum. Mulli mull. Á nei, nú er ég farin, skilur. Nei, ekki fara, ég finn svo til. Hvað ég kann ekkert í þessari skyndihjálp. Ég er vissum að þú spjaraði bara vel. Hérna er allt sem þú þarft. Heyrðu, þetta er eins taska á við eigum. Já, og það er einn í bílnum líka, manstu? Já, það er nú gott að heyra. Það er alveg nauðsynlegt að öll heimili í góða sjúkratösku. Heyrðu, ég man alveg hvað maður að gera. Sko, maður á bara að hreinsa sári vel, svo setur maður umbúðir yfir og þá á þetta alveg að bjarga. Alveg hárrétt hjá þér. Þetta er stórgott hjá þér, Ragnar. Það er greinilegt að þú manst eitthvað að þessu námskeiði. Já, kannski smá bara. Já, og svo er annað sem er mikilvægt að muna. Sum slys eru nefnilega þannig að það þarf að kalla á sjúkrabíl. Já, ég veit það. Og þá hringir maður í 112. Rétt þetta manstu. Já, það er ekkert mál, sko. Ég hugsa bara, 1 munnur, 1 nef, 2 augu. Sniðugt. 1 munnur, 1 nef, 2 augu. Heyrðu, en ég var að hugsa, sko, þó ég hafi munað þetta og kannski sumt annað líka, þá er kannski best ég fari bara á annað skyndihjálparnámskeið. Heyrðu, já, ég held að væri sniðugt. Og ég held að ég ætti bara að koma með þér líka. Já, það ekki bara. Munn við munn. Þegar einhver meiðir sig og þú kemur þar að, þarft að halda rótinni, já, reynda muna það. Það skiptir öllu mála, læra skyndihjálp og kunna, skýra plástum hjartan, mól og munni var að munna. Það skiptir öllu mála, læra skyndihjálp og kunna, skýra plástum hjartan, mól og munni var að munna. Hjálp, hún sjá, hann er vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og þinn. Hjálp, hún sjá, hann er verstast minn, hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hjálp, hún sjá, hann er vinur minn, hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og þinn. Hjálp, hún sjá, hann er verstast minn, hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Nú komið að hjálpúsi.
Ragnar, þetta gengur ekki lengur. Við verðum að gera eitthvað. Ég að gera eitthvað. Ég að kubba. Það telst ekki með. Telst ekki með? Víst telst það með. Nei, þú skilur ekki verðum að gera eitthvað til að hjálpa fólki. Já, þú meinar. Heyrðu, ég get hjálpa fólki að kubba. Ég óboðslega flinkur. Segðu þetta. Ragnar, stundum ertu vitlausar en leyfilegt er. Hvað? Sko, þú veist, við vorum að læra í skólanum fólk sem fátækt, skilur fátækt börn í öðrum löndum. Já, ég veit alveg þau. Veistu þau? Já, það alltaf verið að tala þau í sjónvarpinu og bara allstaðar. Sko, þau engin pening, þau fá ekkert að borða, þau engin föt, engin leikfang, þau ekki neitt. Nú? Nei. Já, en allavega, við bara verðum að gera eitthvað. Já, ég til. Já? Heyrðu, hvað er talið margir krakkar? Alveg bara fullt, alveg bara skrilljón eða eitthvað. Skrilljón? Það eru óbúslega margir. Já, Þá þurfa alveg svakalega mikið af peningum. Ég meina, ein pizza, hún kostar bara 1000 kall, skilur. Ég veit. Heyrðu, ég veit hvað við gerum. Við höldum risatónleika. Tónleika? Já, eins og voru í sjónvarpinu, manstu? Þeir voru í London og það safnuðist alveg fullt af peningum. Heyrðu, já, ég man, það var alveg rosalega margir. Já, við höldum bara svona tónleika og seljum fullt af miðum og kaupum mat fyrir allan peningin. Ragnar, þú ert snillingur. Ég veit það. Heyrðu, við erum að byrja að skipuleggja. Ha? Við erum að byrja að skipuleggja. Hérna, hvað er að hafa þetta? Við ekki bara hafa þetta í skólanum? Er nógu mikið pláss þar? Já, í stóra salnum. Já, auðvitað. Heyrðu, hver er að fá til að spila? Skólakórinn, hann er alltaf. Já. Heyrðu, þá komin allir papparnir og allar mömmur. Já, skólakórinn og Birgitta Haukdal. Já, og Rolling Stones. Þá koma mamma og pappi örugglega. Nákvæmlega. Heyrðu, Silvíanótt. Silvíanótt? Heldur hún eitthvað að hjálpa fólki? Skilurðu? Það getur bara verið. Heyrðu, og hérna Dr. Gunni, prumplaði verður. Já. Og krakkarnir prumpa. Svona. Og Magni líka. Surfing! Já, Magni. Já. Heldur að hann vilji vera með? Já, örugglega. Við hringjum hann og biðjum að fallega. Heyrðu, ég ætla að fara að kíkja í símaskrána. Já. Flott. Halló, Ragnar. Nei, sæll, Hjálpús. Hei, þekkir þú okkur að fræga söngvara? Fræga söngvara, kannski. Akkur spyrðu? Nei, sko, því ég og Anna erum að halda risatónleika til þess að safna peningum, sko, fyrir fátæk börn í útlandum. Risatónleika? Já, risatónleika. Þekkirðu okkur Rolling Stones? Nei. Ég finn ekki Magna í símaskráni. Þú ert líka bara með íslensku símaskrána? Hann á heima hér. Nei, halló, Hjálpús. Hérna, þekkir þú nokkuð Magna Súpenóa? Krakkar. Já. Ég er með smá hugmynd. Já, við erum einmitt á svona hugmyndafundi. Frábært. Skottu. Ég er að velta því fyrir mér hvort risatónleika séu kannski svolítið stórt verkefni fyrir ykkur. Eða svona í fyrsta sinn. Nei, þetta er ekkert mál. Það líka að safna svo miklu peningum fyrir allir þessi börn. Þetta er mjög fallega að hugsa hjá okkur krakkar en þið þurfið ekkert að sjá þetta allt einn. Það eru krakkar út allt að safna peningum og fullorðnir líka. Ég held líka að þetta sé eiginlega of mikið verkefni. Já, þú meinar. Já, kannski alveg rétt hjá þér. En þið getið samt alveg safna peningum. Það er bara betra að byrja með aðeins minna. Til dæmis tombólu. Tombólu? Auðvitað. Akkur þetta ekki það ekki Auðvitað. Kannski af því að þið ætluðu að bjarga heiminum alveg einn. En vitið þið, það skiptir alveg jafn miklu máli að safna litlu eins og miklu. Heyrðu, það er betra þegar allir hjálpast að. Nákvæmlega. Drífum okkur í þessu, Ragnar. Já, þetta voru óbúslega gaman. Ekkert smá gaman. Miklu skemmtir en að hringja allt þetta fólk. Bráðum sér það út koma
komið að hjálpúsi. Mér leiðist. Mér líka. Það ekkert í sjónvarpinu. Og enginn til að tala við. Nei, ég búið með bókina mína. Ég líka. Já, og næsta bók kemur ekki út fyrir eftir heilt ári. Já, og PlayStation biluð. Já, og svo rigning. Hvað er að gera? Eitthvað að spila. Varstu ekki að hlusta? Ég sagði að PlayStation væri biluð. Ég meina hinsegin spil. Ekki samt annað slönguspilið, þú vinnur alltaf. Nei, og ekki Lúdó, því þú vinnur alltaf. Hvað er að gera? Það alltaf hægt að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera. Já, það. Það PlayStation í biluð. Já, og maður er búinn að lesa alltaf bækurnar. Já, og það ekkert í sjónvarpinu. Og rigning. Já, og vinir með sér bara í útilegu og hjá ömmu sinna á Húsavík eða bara í Fílón en ekki að leika þeim hann. Já. Það aldeilis, bara ekkert hægt að gera. Það sérðu. Já, það voða leiðilegt þegar manni leiðist. Og þegar ekkert gerist. Já. Og þegar maður er alltaf einn og enginn vill leika við mann. Ömurlegt. Ótrúlega leiðilegt. Þess vegna geta krakkar eins og þig hjálpað með því að heimsækja fólk sem er einmana. Já. Heyrðu, þá getum við haft eitthvað, svo okkur leiðist ekki, og hjálpum leiðu öðrum sem leiðist líka. Eða þannig, sko. Sko, vitið þið eitthvað sem er einmana? Já, til dæmis hún hérna Sigríður í kjallaranum. Já, það er satt. Hún ekki maður aldrei neitt að heimsækja hana. Nei, en hún er samt góð. Hún heilsar mér alltaf og einu sinni gaf mér kökusneið. Já, sko, Sigríður er rosalega fín, sko, og skammar mann aldrei eða neitt, sko, en hún er bara svo gömul. Já, er það ekki allt í lagi? Jú, bara gamalt fólk er svo skrítið. Já, það tala svo skrítilega, maður skilur aldrei neitt hvað það er að segja. Já, og svo heyrir það ekki neitt. Eins og til dæmis afi, maður þarf alltaf að æpa maður ætlar að segja honum eitthvað. Já, en hann getur ekkert gert af því þó hann sé farin að heyra illa í það. Nei, kannski ekki. Ég er líka viss að hún Sigríður verður mjög glöð að fá ykkur í heimsókn. Já. En hvað er að gera? Það er ekki þetta að leika við gamla konur. Ég er nú ekki viss að það sé rétt hjá þér. Í gamla daga, þegar ekkert sjónvarp var og enga tölvur, þá þurftu krakkar að finna upp á öllu sjálf. Þannig að kannski kann Sigríður fullt af skemmtilegum leikjum. Og svo getur hún örugglega sagt ykkur alls konar sögur frá því hún var lítið stelpa. Já, það er spennandi. Og þið getið sagt henni hvað þið eru að gera í skólanum og kannski lesi fyrir hana blöðin. Já, heyrðu, hún er farin að sjá svolítið illa. Já. Mamma hjálpar henni ofta að setja í þvottavél. Já, fari nú og spyrji mömmu hvort þið megi heimsækja Sigríði. Já, heyrðu, tökum slengu og spyrjum með. Nei, frekar Lúdóið. Hugsaðu þér fólkið sem var úti bara einn. Heima hjá sér einmana og óskaplega leik. Þau eru nú fjarskaglöð og þætti og sko gaman. Ef þú kæmir í heimsókn og þið gerðuð eitthvað saman. Þau eru nú fjarskaglöð og þætti og sko gaman. Ef þú kæmir í heimsókn og þið gerðuð eitthvað saman. Já, þú sjá, hann er vinur minn. Hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og kring. Já, þú sjá, hann er verstastinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Já, þú sjá, hann er vinur minn. Hjálpar öllum vinum sínum, hjálpar bæði þér og kring. Já, þú sjá, hann er verstastinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Hann er vinur allra, hann er líka vinur þinn. Nú er komið að hjálpúsi. Hvað er að? Ég finn engin föt til að fara í. Hvað meinar þú? Þú ert með fullt af fötum. Þau eru öll orðin og lítil. Sjáðu. Þetta er svo rúllupilsa. Já. En ég meina, hvað rugl er þetta í þér? Mamma fór með okkur daginn og keypti föt á okkur bæði. Ég meina, fékkst þú ekki líka svona ból? Jú, en grænt fer mér ekki þakka þér fyrir. Jæja, en þú fékkst fullt af öðrum fötum. Já, en sko, málið var ég var að spila fótbolta í morgun og völlurinn var allir í drull og ég var allir okkur út skítugur. Ragnar, Já? þú átt fleiri föt en fótboltafötið þín. Já, en málið er sko, þú veist, þegar ég var að koma heim og ætlaði að fara í sturtu, þá var smá slys. Slys? Já, eða þannig, sko, ég var að toga mig úr fótboltasokkunum og svo misti ég svona jafnvægið og datt í skúffuna með hreinu fötunum. Klaufi! Já. Þannig að nota engin hrein föt til að fara í? Nei, ég nema þau sem eru bara nú lítil, eða ljót, eða græn. Já,
Kannski við ættum að taka til í fötunum þínum og bara henda þeim sem þú vilt ekki eiga. Heyrðu, gerum það. Já. Heyrðu. Þetta er ljótt. Þetta er ljótt. Ljótt, lítið, grænt, appelsínugult. Já. Svona. Oj. Búinn. Hvaða föt eru þetta? Heyrðu, við vorum bara að taka til í fötunum hans Ragnars og við ætlum að henda þeim sem hann vill ekki eiga. Jöp. Hvað segirðu henda? Hvers vegna? Æ, þau eru bara taka alltaf mikið pláss og svo eru þau lítil og bara ekki skemmtileg. Já, en vill systir ekki taka eitthvað af þeim? Hvað segirðu það, Anna? Jú. Heldur að ég fara að gangi í fötunum hans Ragnars? Nákvæmlega. Strákafötum. Nú, jæja, en það dugar ekki bara að henda fötunum. Þau eru ekkert ónýtt þó að þau séu nú lítið Ragnar. Kannski eigið þið lítinn frænda eða litla frængu sem vill nota þau. Nei, veistu, við höfum bara eitt lítinn frænda og hann er allt og lítið fyrir þessu föt, sko. Já, og svo höfum við 3 frængur en þær eru allar svona stærri en við. Já, segjum það. En við getum ekki bara hent fötunum. Sko, nú skal ég segja ykkur hvað við gerum. Já, ég veit, og búið til fuglaræðu. Nei. Fuglaræður í svona litlum fötum, það er að ræða bara svona litla sæta fugla og ég vil það ekki. En við getum kannski búið til alveg risastóran flóðdreka. Já, svona fljúgandi nærbuxur. Ég er með betri hugmynd. Hvað? Við gefum þau. Ha? Gefum? Býttu hverjum? Nú, Rauða krossinum. Nei, veistu, ég held að... Rauða krossinum? Já, ég held að fötin passi ekkert á fólki í Rauða krossinum. Er þau ekki líka öll orðin fullorðin? Já, en fötin eru notuð til að hjálpa fólki. Er það hægt að hjálpa fólki með fötum? Já, auðvitað, ég meina, þú veist, ef það til þess leiðist, þá getur bara búið til flugdrykk og þá er allt skemmtilegt aftur, sko. Já, auðvitað verður hægt að gera það þannig. Já, ekki? En svo er líka hægt að safna fötunum saman, flokka þau og gefa, eða bara selja. Er það gert? Já, einmitt. Býttu hverjum? Hver vill eiginlega kaupa svona gömul föt? Nákvæmlega. Já, það er nú bara ýmsir skal ég segja þér. Já. Rauði krossin passa sig á að hafa fötin ódýr og það er gott fyrir fólk sem á ekki mikla peninga. Já, býtu. Þannig að við losnum við gömlu fötun okkar, fólk getur keypt ódýr föt og peningarnir eru notaðir til að hjálpa fólki. Já, alveg hárrétt hjá þér, Ragnar. Allir græða. Heyrðu, Já. við ættum að drífa í þessu. Já, heyrðu, og ég er viss að það eru fullt af öðrum fötum en þessu getur fundið. Já, það er ótrúlegt hvað maður finnur í skúffunum. Föt sem maður er hættur að nota, eru lítil og þess áttar. Já. Heyrðu, já, drífum okkur að þessu og svo getum við beðið pappa og mamma og skutla okkur í Rauða krossinn með þetta. Nákvæmlega. Það er ekkert annað. Þið hafið tekið til hendinni, sé ég. Já, veistu það, ég fann alveg fullt af fötum sem ég er löngu hætt að nota og svo líka alveg fullt sem eru allt og lítið. Já, sjáðu til dæmis þennan snjógala. Mamma er ekki búin að fara í hann í allt sumar. Já, er það nú ekki eðlilegt? Heyrðu, og hér eru jakkafötin hans pappa. Hann fær nú eiginlega aldrei í þau, sko. Nákvæmlega. Nú held ég að þið hafið gengið aðeins of langt. Sko, snjógalar eru bara notaðir á veturna þegar snjórir. Ó. Og ég vissum að pappika notar jakkafötin örugglega í veislum og við hátíðleg tækifæri. Ó. Já. Sko, þó maður vilji gera öðrum gott, á maður ekki að láta frá sér hluti sem maður notar sjálfur. Ó. Já. Sko, er þetta ekki til dæmis óhreinu fötin þín þarna í hrúgunni? Jú. Já. Og hvernig ætlað þú að komast með fötin í fatasöfnunina? Þú ert ekki einu sinni í fötum sjálfur. Já. Já, þetta er nú líklega rétt hjá þér. Við ættum kannski að fara í gegnum þetta aftur. Já, gerum það. Jæja. Þá erum við að fara með fötin í fatasöfnunina. Það er nú aldeilis gott. En hvar er bróðir þinn? Hann átti engin hrein föt til að fara í, svo mamma er að bjarga málunum. Veistu, þetta er alveg satt, Hjálpús. Maður á ekki að láta frá sig þá föt sem maður er ennþá að nota, sko. Farðu nú og kíktu inn í fataskápinn þinn. Fyndu allt sem passar ekki og gamla trefilinn. Taka skaptu rúna og tróða henni í boka og tryggta svo í Rauða krossinn áður en þeir loka. Taka skaptu rúna og tróða henni í boka og tryggta svo í Rauða krossinn áður en þeir loka. Já!
hjálphúsi. Hjálphús! Hjálphús! Anna, hann sofandi. Ó, já. Æ, það kannski ekki undarlegt. Hann alltaf á fullu að hjálpa öllum öðrum. Já, nákvæmlega. Alltaf að kenna fólki hitt og þetta Rauða krossinn og svona. Já. Kannski ættum við að gera eitthvað fyrir hann í staðinn. Já. Ég meina, hann alltaf að kenna okkur eitthvað sniðugt. Já, eins og til dæmis að halda tombólu til að safna peningum handa fátækabörnunum. Akkúrat, og manstu þegar við fórum með fötin okkar í fatasöfninu? Já, það var sko gaman. Ég vissum að það einhver önnur börn að nota fötin okkar akkúrat núna. Nákvæmlega, veistu hvað? Hvað? Ég sá aftan á strák daginn og hann var í eins peysu og þú átt. Nei! Ég kallaði á hann allt saman. Anna, Já, þetta var ég. alveg rétt. Hérna, ég verið tekið eftir því hvað mann líður alltaf vel þegar maður búinn að gera svona góðu verk. Já, það einhvern veginn eins og manni hlýnir svona innan. Hvað eigum við eiginlega að gera fyrir hann hjálphús? Ég veit. Við teiknum stærstu mynd í heiminum. Ef við ætlum að gera það, Já. þá þurfum við að eiga stærsta blað í heimi og það eigum við ekki. Nei, það rétt. Hvað eigum við þá að gera? Ef ekki vekja hann bara að spyrja. Nei, þá kemur þetta ekkert á óvart. Nei, það alveg rétt. Heyrðu, við getum keypt kíló af nammi handunum. Nei, Anna, það ekkert nammi dagur. Og fyrir utan það tími ég ekkert öllum peningunum mínum í kíló af nammi. Nei, það er satt. Sko, enda talaði hjálphús sjálfur að það eru litlu hlutin þessi skipta máli. Heyrðu, ég hálft kíló af nammi þá. Nei, það ekkert lítið, Anna. Ó, Nei, enda ég bara að tala að gera eitthvað allt annað. eins og hvað? Heyrðu, við getum tekið til. Já, Já. þá verður hann sko glaður. Já. Og mamma og pappi líka. Nákvæmlega. Heyrðu, byrjum. Það munar ekki það. Allt svona hreint og fínt. Jep. Já, og hvað kemur til? Okkur datt í huga að þú yrði bara kannski glaður. Já, kannski mamma og pappi líka. Já, þetta minnir mig á sögu. Og einu sinni var strákur sem vildi gera heiminn betri en hann er. Já, svona svo þú. Já, og allir í Rauða krossinu. Já. Alveg rétt. Þessi strákur fékk þá hugmynd að gleðja 3 vini sína. Já, svona eins og við gerðum áðan. Já, einmitt. Já, og þegar hann var búinn að gleðja vini sína, sagði hann þeim að láta það ganga. Láta það ganga. Góðverkin. Hann sagði hverjum af þessum 3 vinum að gleðja eða hjálpa 3 í viðbót og síðan koll af kolli. Já, þetta sniðugt. Og virkaði þetta? Komst það hringinn? Hringin? Hvað hring? Bara kringum jörðina eða eitthvað. Já, ég bara veit það ekki, en eitthvað virkaði. Því að það eru til samtök sem vinna eftir þessum reglum. Samtök sem ekki alveg ólíka en að Rauða krossinu. Nú, hvað eru þá eitthvað svona samtök sem í keppni við Rauða krossinu? Nei, alls ekki. Bíddu, eru við sem þetta að rústa þeim? Nei, ekkert svoleiðis. Nei, það eru mjög mörg samtök í heiminum sem vinna alls konar hjálpastörf. Ó. Já, og í raun hafa þau öll sama markmið. Bæta lífi hjá þeim sem þurfa á því að halda. Ó. Nei, það ekkert það alveg frábært. Já, það er það. Og það snýst þetta allt saman. Það skiptir engu máli hver maður eða hvort þú vinnur fyrir Rauða krossin eða ekki. Maður á bara að vera góður og hjálpfús. Hjálpfús. Og það er gott að hafa þetta í huga. Þegar einhver hjálpar manni er ágætt að hjálpa 3 í staðinn. Já, og ef allir gera þetta, verður heimurinn örugglega betri staður en hann er. Það sefur ekki neitt við en þú skoðar eigin hug. Skarið tekur af og kista sína dág og dug. Þú hjálpar hjálphúsi að hjálpa öllum hinum í heiminum að lokum verður fullt af góðum vinum. Þú hjálpar hjálphúsi að hjálpa öllum hinum í heiminum að lokum verður fullt af góðum vinum.
hjálphús er næstur? Nú, ég lagði það sko ekki til. Nei, ekki ég heldur. Mamma getur ekki bara sagt að við megum fá ís og svo bara allt í einu sagt að við megum það ekki bara því okkur langar ekki að taka til. Nei, þetta er bara svik. Svik! Hjálphús, finnst þetta ekki ósanngjarnt? Ég veit ekkert hvað þeir að tala um. Sko, mamma sagði í morgun að í dag þá færum við í uppáhalds ísbúðum Já, eins og við gerum oft á sunnudögum. Já, og svo bara allt í einu sagði hún að við bara færum ekki neitt. Nei. Og þið getur bara sjálfum ykkur í kent. Já. Maður á náttúrulega aldrei að ganga bak orða sig. Nei. Og það er einmitt það sem mamma gerði í dag. Já. Hún gekk á bakborðana sína. Já, og svo sveik hún það sem hún búin að lofa. Já, og ég held bara að hluta að vera ólöglegt að segja svona við okkur og svíkja það svo. Já, við það er bara réttur okkar að fá ís á sunnudögum. Já, ég held nú að það eigi engi sérstakar rétt á því. Já, en þegar maður er vanur að fá ís á sunnudögum, þá hlýtur maður að eiga að fá ís á sunnudögum. Það hlýtur að vera svona manneskjuréttindi. Ertu að minna mannréttindi? Já, eða það. Bíddu, hvernig getur þú haft mannréttindi? Þú ert stelpa. Þá eru það svona kvenréttindi, er það ekki líka til? Jú, þau eru bara ein tegund af mannréttindum. Ha? Já, það er líka kallað jafnréttisbarátta þegar fólk vill að bæði menn og konur hafi sömu réttindi. Bíddu, hafa menn þá meiri rétt en konur? Já, í sömu löndum hafa þeir það. Og lengi vel höfðu þeir það líka hérna á Íslandi. Ó, það er alveg ógeðslega ósanngjarnt. Já, það er einmitt það sem mannréttindi snúast um, að allir hafi sama rétt. Til dæmis til að segja það sem þeim finnst og trúa á það sem þeir vilja og fara þangað sem þeir vilja og til að mennta sig. Er það ekki allstaðar þannig? Nei, því miður eru mannréttindi sumstaðar fótum tróðin og sumstaðar eru nánast engin mannréttindi virt. Veitu, hvernig þá? Já, fólk er til dæmis sumstaðar sett í fangelsi af því það eru ósamála ríkisstjórninni. Það er skott að segja þannig á Íslandi, það voru löngu búið að setja Magga af í fangelsi. Já, en í sumum löndum hefur fólk ekki rétt á neinni læknisþjónustu. Ha, en býtu, hvað gerir fólk þá að það verður veik? Ég sem betur fer eru til samtök sem reyna að hjálpa fólki, það sem það er hægt. Já, svona eins og Rauði krossinn. Já, Rauði krossinn styður mannréttindabaráttu allan heim og hjálpar fólki sem fær enga læknaþjónustu og menntun í fátækum löndum. Ég ætla sko að vinna fyrir Rauða krossinn þegar ég er orðin stór. Hjálphús, eru það ekki mannréttindi að fá að borða það sem það vill? Nei, Ragnar minn. Það eru kannski mannréttindi að þurfa ekki að borða mat sem er ónýtur, en það eru ekki mannréttindi að fá alltaf ís á sunnudögum. En þá, ef það er verið að pína mann til að gera eitthvað sem maður vill ekki gera, það hlýtur að vera svona mannréttindabrot, er það ekki? Jú, það getur verið það, stundum. Jippi! Hvað? Þá getur mamma ekki pínt okkur til þess að laga til. Yes! En áttu þið ekki að fá ís ef að þið lögðu til? Jú, nei, sko... Jú, en bara, okkur finnst það bara alveg svakalega ósanngjarnt. Já, eða kannski ekki ósanngjarnt, okkur finnst það bara ofsalega... Það er bara svolítið svona erfitt. Já, erfitt. Sum börn eiga ekki einu sinni herbergi til að taka til í. Nei, það er að þið er alltaf tekið til fyrir þau. Heppin þau? Já, og þau fá samt alveg örugglega líka ís. Já, alveg örugglega. Nei, ég er að tala um börn sem að eiga ekki herbergi. Ekkert herbergi? Nei, mörg börn eru heimilislaus og mörg börn eiga ekki einu sinni foreldra. Það er kannski betra að eiga herbergi með drasli heldur en að eiga bara ekkert herbergi. Já, það er kannski líka þá bara betra að eiga mömmu sem að vill ekki gefa mann ís heldur en enga mömmu. Anna, ef ekki bara byrja að taka til. Jú. Hérna. Það er kannski ekki mannréttindi að fá ís á sunnudögum og mikið rosalega góður. Finnst það kannski mannréttindi að fá í hendur að hinn fátækasti vill þó aðeins hafi kaupin satt en þeirra skildir einhvern tímann ósanngjarna frétt af einhverjum sem hefur minni rétt og getur líka verið hjálpús eins og hjálpús sem er hjálpús alveg eins og þú er hjálpús eins og hjálpús
getur líka verið kjaftbús eins og kjaftbús sem kjaftbús. Alveg eins og þú kjaftbús eins og kjaftbús sem kjaftbús. Alveg eins og þú kjaftbús eins og kjaftbús sem kjaftbús. Alveg eins og þú kjaftbús eins og kjaftbús sem kjaftbús. Alveg eins og, alveg eins og, alveg eins og þú. Hann Hjálpfús næstur. Ragnar! Rosalega búðara gaman! Já, það var líka alveg rosalega gaman hjá mér þangað til þessar illa lyktandi lappir tróðu sér upp í fangið á mér. Ég er bara ótrúlega þreyttur. Já, ég er búin að ná því, en akkur er þetta svona þreyttur? Hvað því það er bara svo ógeðslega gaman? Já, akkur var svona gaman? Við strákarnir vorum hvorki meira minna en að finna upp ógeðslega skemmtilega leik. Nú, hvaða leik? Sko, við stiltum okkur allir upp í svona röð með dálítið langum millibili og allir nema svo aftasti átt að beygja sig svona niður. Svo átti svo aftasti að hlaupa og stökkva yfir alla hina. Hlaupa, stökkva! Hlaupa, stökkva! Og svo hlaupa og stökkva. Og svo, þegar hann var komið fremst átti hann að beygja sig niður og svo aftasti átti að hlaupa og stökkva yfir alla hina og svo ertu búin að vera koll á kollu, við erum búin að fara um allt kæri og ég er alveg búin. Já, þú meinar svona höfrungahlaup. Höfrunga hvað meinarðu? Já, við erum alltaf að þessu við stelpunar, þetta er bara svona höfrungahlaup. Hvað, ertu að segja mér þetta sé til í alvörunni? Já, það hafa allir leikið sér svona, Ragnar. Þetta er bara svona venjulegt höfrungahlaup. Ó. Og hvað, voruð þið margir? Já, bara allir sko. Hvað allir? Bara allir, í bekknum sko. Já, nema Óli. Nú, akkur var hann ekki með? Við bara nenntum ekki að hafa með. Nenntuð ekki að hafa hann með? Já, við bara bíðum bara þangað til að hann var farinn áður en við byrjum að leika okkur. Við bara bíðum þangað til að því að við bara nennum aldrei að hafa hann með. Af hverju? Því hann er bara leiðilegur. Já, kannski ekki beint leiðilegur, en hann er svona, hann er bara ekkert skemmtilegur. Já, hann finnst honum ekki alveg ótrúlega leiðilegt að vera skilinn svona út undan. Nei, hann veit ekkert um það, sko. Hann er alltaf löngu að fara heim og veit ekkert að við erum að skilja hann eftir út undan. Góðan daginn, krakkar. Nei, Hjálpfús, hæ! Heyrði ég rétt, var nokkuð verið að skilja einhvern út undan? Já, Ragnar og þeir. Nei, við vorum ekkert að skilja neitt eftir út undan. Ég var bara að segja Önnu að hann Óli vildi ekki vera með. Eða hann var ekki með af því að hann var farinn heim. Já, hann var farinn heim af því að þið vildu ekki hafa hann með. Nó! Ragnar minn, það er nú eiginlega svolítið mikið að skilja út undan. Já, það já. Hafið þið heyrt talað um einelti? Nei, við vorum ekkert að elta henni neitt, skilur mig. Við bara biðum og horfðum svona eftir honum. Já, nei. En það snýst einelti ekkert endilega um að elta neitt, svona beinlínis. Einelti er það til dæmis þegar einhverjum einum er strítt mjög mikið og margir taka þátt í því. Nei, sko, við vorum ekki að stríða hana, bara alls ekki neitt, sko. Við látum hann bara alveg vera. Já, það getur nefnilega líka verið einelti. Að skilja alltaf einhvern einn út undan, jafnvel þótt hann veit ekkert af því, bara það að segja honum ekki frá því þegar þið eru að fara að gera eitthvað skemmtilegt, það er að skilja út undan. Og þegar allir taka þátt í því að skilja hann út undan, þá er þetta nefnilega ein tegund af einelti og það getur bara verið svolítið alvarlegt. Að þeim krökkum fer ofta að líða mjög illa. Já, ég var einmitt að segja við Ragnar að honum hljótaði þykja alveg rosalega leiðilegt honum Óla að vera skilinn svona út undan. Það er alveg rétt hjá þér. Þú skilur það, Ragnar, er það ekki? Já, kannski. En nú ætla ég að segja ykkur brandara. Hei, brandara? Frábært. Eða reyndar, ég ætla bara að segja Önnu brandara. Ha? Mér? Frábært. Já, kontana. Það hvíslaði þér. Akkur má ég? Heyrðu, þetta er ósanngjarnt. Ég vil líka fá að heyra hennar brandara. Já. Ha, hvað? Hvað? Þessi var góður. Akkur látið þið svona? Þetta er leiðinlegt. Ragnar minn, ég var bara að stríða þér. Ég var bara að gá hvernig þið liði yfir því að vera skilin út undan. Já, ég skil.
Þetta var alveg ömurlegt. Ég veit það. Og núna kannski áttar þið betur á því hvernig Óla bekkjabróður þínum líður. Mér leið ekkert smá illa. Rosalega ert þú alltaf klár. Ekkert smá. Sko, ég ætla að fara núna beint heim til Óla og bjóða honum út í hvalahopp. Höfrungahlaup. Já, höfrungahlaup. Hey, Anna, vilt þú vera með? Já, ég skal sko stökka yfir ykkur báða í einu. Komdu. Hjálpús, staða þína. Já, staða þína. Kæri vinur, þú skiptir einhvern tíma sjá að einhverjum við stík og hinn við standa bara hjá og taka kannski líka þátt í leiðilegum trekk og hljóttum jafnvel alveg trekk í trekk. Þú getur líka verið hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús alveg eins og þú. Þú getur líka verið hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús alveg eins og þú. Já, veistu, Anna, þetta alveg rétt sem Hjálpús sagði daginn. Það eru sjálfsögð mannréttindi að fá nammi á laugardaginn. Ragnar minn, þú nú eitthvað misskilið þetta. Það eru kannski ekki sjálfsögð mannréttindi. Einmitt frekar svona luxus. Nei, þá var hann að tala ísinn á sunnudögum. Ég meina það gildir alveg sama nammi á laugardögum og ís á sunnudögum. Þetta er það? Já, auðvitað. Það er bara svona luxus. Allt í lagi, það er lúskus að ég fái nammi þitt að ég er eldri en þú. Ragnar, hættu þessu. Já, Láttu ekki svona. Komdu með þetta er mitt nammi. Ég borða bara ekki þetta. Þú vogar þér ekki. Og ég bara, þú snerti það með tennunum og ég bara, nú er ég að dvoða. Drókjast þetta. Og ég bara. Ég ætla bara að fara til mamma og segja henni hvað þú ert ógeðslega leiðilegur. Þá verður pottið ekki neitt nammi næsta lög. Hættu þetta! Hvað er þetta maður? Já, gott á því. Lifðu bara að það. Mikið þú, þetta er rosalega vont. Það er að ég látt ekki svona, þetta er svo fíp. Hvað, ég að sparka í þig eða eitthvað svo leiðis? Já, fíp, ég skal bara sparka í þig, þannig að nammi þjóðurinn. Ragnar, ég skilði þig ekki, er eitthvað fast í þér? Er fast í hálsinum að þér? Nei, Ragnar, nei, Ragnar, ekki kapna, Ragnar, veitu hvað ég að gera, það gerði eitthvað. Nei, ég meina ég á að gera eitthvað, ég bara veit ekki hvað ég á að gera. Veitu, Ragnar, má ég sjá þig, Veitu, aftur, Hjálpús, hvað ertu núna? Ég verður bara 2 heima, bróðir minn er að kapna og ég veit ekki hvað ég á að gera. Hjálpús, Varstu að kalla? Já, Guðsró, Hjálpús. Ragnar gleypti nammi, það er fast í honum og hann er að kapna og ég veit ekki hvað ég á að gera. Vertu róleg, Anna mín. Ragnar, beygðu þig hérna yfir stólinn. Já, komdu Ragnar, beygðu yfir stólinn. Anna, og sláðu í bakið á honum. Ég er búin að reyna það, það gengur ekki neitt. Nei, aftur þá. Aftur? Já, og ofar. Einmitt, já, þarna á milli herðablaðana. Fastar. Það gengur ekki neitt. Aftur. Nú verður að gera þetta. Nei, ég er með allt og stutta handleggi. Þú stendur þig vel, Anna mín. Þú verður bara að vera róleg og ekki missa stjórn á þér. Já, taktu utan um hann. Taktu utan um hann? Já. Ragnar minn. Svona, já, aðeins neðar. Svona, já. Rétt fyrir ofan naflann. Rétt fyrir ofan naflann, já, ég er það. Já, haltu svo utan um magann. Já. Og ýttu svo snöggt inn. 1, 2 og... Svona, já. Og aftur. Já. Og aftur. Ragnar, 1, 2 og... Ragnar. Þetta er bara komið. Ég var svo hrædd. Ragnar. Ég var svo hrædd.
ert aldeilis heppin, Ragnar, að eiga svona ótrúlega duglega litlu systur. Takk hana fyrir að bjarga lífi mínu. Það var ekkert. Og ég sem átti ekki þessi skili. Ég var bara að stríða þig. Nei, það var mér að kenna að þú dast. Jó, það var ég sem var að stríða þér og byrjaði að hlaupa burtu með nammi. Svona. Það á alltaf skilið að láta bjarga lífi sínu. Alveg sama hvað hefur verið að stríða eða óþægur. Ég hef orðið miklu reiðari við þegar þau farið að deyja. Þetta nú verið að reyna namminu mínu. En maður á aldrei að hlaupa með nammi eða smáhluti upp í sér. Nei. En þegar svona gerist, þá getur jafnvel krakkar eins og þið bjargað með réttum aðferðum, eins og Anna núna. Já, manstu, ég lærði þetta mitt á skyndhjálparnámskeiðinu í fyrra sem ég fór á. Já, ég ætlaði sko að fara á þannig námskeið. Og Anna, ég var bara að stríða þar áðan. Nammi sem var með uppi mér, það var ekki þitt nammi. Þitt er ennþá hérna í pokanum, sér. Svo margt í lífinu sem lækir út í mig, sem lokar getur hálsinum og besta bara sig. En hætti ég að anda og bara hósta geti neitt. Heilla vinur best og vinur eins, þú getur líka verið hjálpús, eins og hjálpús, sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús, eins og hjálpús, sem hjálpús. Alveg eins og þú. Þú getur líka verið hjálpús, eins og hjálpús, sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús, eins og hjálpús, sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús, eins og hjálpús, sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús, eins og hjálpús, sem hjálpús. Alveg eins og þú. Nú er komið að hjálpúsi. Ég hitti þig! Nei, það fór rétt framhjá. Hvað er það? Skeffir! Ég er döður, ég skauti í hjartað. Þú skaust mig í öxlina. Nei, hjartað. Heyrðu, ég ætti nú að vita betur og þú, þetta er hjartað í mér. Sko, nú ertu steindauð! Ég er bara særð eins og þú. Heyrðu, ég kláraði skotin úr byssunni. Halló, ég er í skotheldu vesti. Anna, það er ekkert með. Ok, þá er ég bara með lyfnipillu. Þú getur ekkert borðað hana eftir að þú ert dauð. Mér finnst þetta ekki skemmtilegu leikur. Þú bara þolir ekki að drepast. Ég var búin að skjóta þig í hjartað. Í öxlina. Í hjartað. Krakkar. Að ég ekki beina þessu svona að mér er illa við það. Þó þetta séu bara leikföng. Heyrðu, sko, Anna er búin að drepast og hún fór ekki að viðurkenna það. Það er ekki sagt, ég var bara smá særð. Finnst ykkur nú fallegt að vera að leika það að þið drepi hvort annað? Hæ? Það er ekki fallegt. Ég meina, það gera þetta allir. Ég meina, þetta er alltaf í sjónvarpinu og bíómyndum og tölvuleikjum. Já, og byssur, þær eru nefnilega ógeðslega kúl. Já, þær eru kannski kúl, en þær eru líka hættuleg vopn. Já, ég meina, þetta er ekki hættur, þetta eru bara leikfangabyssur. Já, þið eru heppin að búa í landi þar sem að börn fá bara leikfangabyssur. Það eru ekki öll börn í heiminum svo heppin. Hvað meinarðu? Já, í sömu löndum, til dæmis í Afríku og Asíu, þá eru börn gerða hermönnum og þau látin berjast. Sjáu þið bara hérna. Flott taska. Hei, sérðu, þessi krakkar eru byssuleikar eins og við. Já, akkur er þetta bann okkur að leika okkur með byssur, það gerir þetta allir. Þessi börn eru ekki að leika sér. Nei, ekki að myndunum kannski, en ég er alveg viss um að fara beint að leika sér að byssunum leið og myndatökurmaðurinn hætti að taka myndirnar. Nei, krakka mínir, þessi börn eru með alvöru byssur, með alvöru skotum. En það er stór hættulegt. Já. Eru þau látin berjast með alvöru byssum og alvöru skotum? Já. Í staðin fyrir að fara í skóla eru þau þjálfuð eins og hermenn. Og barasta. Og má það bara? Já, þetta er yfirleitt í fátækum löndum, þar sem að stríð er í gangi og oft ræna skæruliðar börnum til að láta þau berjast fyrir sig. En stundum eru börn látin berjast fyrir ríkisstjórnir. Skæruliðar? Hjúka, við erum ekki með svoleiðis en það ríkisstjórn. Skæruliðar eru hermenn. Ói, bara hermenn eru vondir. Ekki endilega. Langt flestir hermenn eru bara að verja sig og landið sitt.
En svo eru til hermenn sem gera svona hluti, ræna börnum og fleira mjög slæmt. Það samt gott að við sem ekki með Sólis hér á Íslandi. Já, það nú mjög líkur á því sem betur fer. En hérna, hvað verður börnin? Já, sem betur fer tekst að bjarga mörgum þeirra úr þessu og þá reynt að hjálpa þeim og koma þeim í skóla þannig að þau geti lifað eðlilegu lífi. Og hjálpa kannski Rauði krossin til? Já. En hvað hægt að gera, eiginlega? Sko, Rauði krossin reynir að koma þessum krökkum aftur heim til sín til þess að þau þurfu ekki lengur að vera hermenn. Og gengur það vel? Já, sem betur fer gengur það ofta ágætlega. Heyrðu, ég held að mér langi ekkert að vera í byssó lengur. Nei, ekki með heldur. Nei, þó það byssur virki kannski spennandi leikföng, þá það er aldrei fallegt að þykjast drepa einhvern. Hérna. Já, takk þú. Já. Þú þetta bara. En ef ekki bara að fara í tölvuna eða eitthvað? Ekki því að þú átt bara einhverja skjótileiki. Æ, já. Eigum ekki bara frekar að fara út að leika? Heyrðu, jú, við skulum koma í snjókast! Er það ekki alveg alltaf leið? Jú, auðvitað. Ef þið bara megið ekki hvort annað. Við gerum það ekkert, ég minna hann hitti mig hvort þið er aldrei. Vakt og telja steppin að mega hafa frí. Mætt í skóla og leika þér og horfa á sjónvarpið. En sumböld þurfa að standa í stríði sér hver dag. Til stuðnings þeim við syngjum þetta lag. Þú getur líka verið hjálpfús, eins og hjálpfús, sem er hjálpfús. Alveg eins og þú er hjálpfús, eins og hjálpfús, sem er hjálpfús. Alveg eins og þú. Þú getur líka verið hjálpfús, eins og hjálpfús, sem er hjálpfús. Alveg eins og þú er hjálpfús, eins og hjálpfús, sem er hjálpfús. Alveg eins og þú er hjálpfús, eins og hjálpfús, sem er hjálpfús. Alveg eins og þú er hjálpfús, eins og hjálpfús, sem er hjálpfús. Alveg eins og, alveg eins og, alveg eins og þú. Nú er komið að hjálpfúsi. Vopp. Og vopp. Og vopp. Veistu, hjálpfús, metu okkur Önnu. Og vopp. Klukkutími og 10 mínútur með boltan á lofti. Klukkutími? Já, aðeins að missa hann á jörðina, sko. Vá. Já, og sko, það var bara í síðustu viku. Já. Sko, við byrjuðum á því Við byrjuðum á því að telja hvað við kæmumst upp í. En það var ekki alveg að ganga, við glemdum alltaf. Já, þannig að við fórum bara að taka tíminn í staðinn. Vopp! Nú er þetta kannski svolítið erfiðara því við erum 3. Já, klukkutími er eitthvað langur tími. Nei, það er enga stund að líða þegar maður byrja. Tilbúin? Allt í lagi. Vopp! 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 Vopp. Vopp. Vopp! Vopp! Þessi var erfiður! Hörðu, má ekki kasta svona fast? Þetta var ekkert fast. Jú, ég náði ekki einu svona að grípa, sko. Já, þið finnst bara erfitt að grípa því þú kannt ekki að kasta svona fast. Ég kann það bara víst. Nei. Jú, víst. Heyrðu, hérna, Ekki. hérna, komdu með hann. Já. Heyrðu. Ég kasta svona fast. Þetta var ekkert fast. Víst var þetta fast þarna. Ég get þetta sko alveg. Geturðu alveg, þú getur ekkert kasta svona fast. Víst, ég get það bara alveg. Já, sýndu það. Hjálpfús, er tilbúin? Svona. Sko, ég get þetta bara alveg. Ha? Hjálpfús. Og nú þurfum við að byrja allt aftur af því að Hjálpfús, hann bara greip ekki. Hjálpfús. Hjálpfús. Hann sé rotaður. Hringjum á sjúkrabíl. Ég skal. Hjálpfús, hann andar. Já, það er gott að hann allavega lifandi. Hringdu. Það kostar ekki svo mikið peningum. Nei, bara það skiptir ekki máli. Nei, Hringdu já. bara. Hjálpfús, heyrðu ekki í mér. Hvað ertu síminn hérna í sjúkrabílastöðinni? Þú hringi bara í neyðarnúmerið. Já, Hjálpfús. 1 munur, 1 nef, 2 augu, 1, 2, já. Hjálpfús, heyrðu ekkert í mér. Já, halló, er þetta sjúkrabílastöðin? Hjálpfús, hann er vaknaður. Ég hjálpa sérna datt og okkur vantar sjúkrabíl. Nei, ég held að það sé allt í lagi með mig. Það er allt í lagi með hann. Ertu viss? Já, leið mér aðeins að tala við þá. Hérna. Já, halló. Já, sæll. Nei, þetta er ekkert alvarlegt. Já, ég kíki svo til læknis á eftir. Já, ég skila því. Já, bless, takk. Var hann reiður?
Nei, hann var allt annað en reiður. Hann bað mig að skila þið til ykkar að þið hefðu staðið ykkur mjög vel. Já, var það ekki bara? En Hjálpús minn, er allt í lagi með þig? Þú varst eitthvað að segja við hann að þú ætlar að fara til læknis. Já, það er að gera að fara til læknis ef maður fær högg á höfuðið. Svona til öryggis. Mikið sem feinu þurftum ekki að fá sjúkrabíl hingað. Það hefði verið rándýrt örugglega. Nei, það er alls ekki dýrt. Það er bara eins og að taka leigubíl. Í alvöru? Já, allavega ekkert mikið dýrara. Já, en þeir vilja samt ekkert að maður sé að trufla sig eitthvað óþörfu. Jú, sko Rauða krossin á einmitt sjúkrabílana. Alla? Og hvað, sjúkrabílastöðuna líka? Já, alla. Og sjúkrabíla hvað? Já, sjúkrabílastöðuna, það heiti það sko. Hann sagði það við mig maðurinn í símanum á hann. Nei, það var þá þú sem sagðir það við hann, kjáni. Ó. En hérna, Hjálpús, á Rauði krossin alla sjúkrabílum? Já, Rauði krossin sér að allir í landinu hafi aðgang á sjúkrabílum ef það þarf. Og svo hjálpast allir við að láta þetta ganga sem best. Og þannig að það kosti ekki á mikið og þess aftar. Vá, en þetta hljóta að vera alveg rosalega margir bílar, eða? Já, þetta ansi margir bílar. Sennilega milli 80 og 100. Vá, það eru rosalega margir bílar. Já. Svakalega lítur Rauði krossin eiga stóran bílskúr. Marga bílskúra annað. Bílarnir eru út allt land. Já, alveg rétt. Og þið brugðust alveg hárrétt við hérna áðan. Sko, þegar að slys verða er nauðsynlegt að meta ástand þeirra sem slasast eða veikjast. Meta? Ástand? Já, sko athuga hvort sá slasaði er með meðvitund, andi og slíkt. Já, við gerðum það einmitt. Já. Og svo er að veita viðeigandi skyndihjálp. Sko, kannski þarf að búa sár eða setja í hlíðarlegu eða eitthvað annað. Og ef maður er ekki alveg viss, þá er langt best að hringja í 112 og fá aðstoð. Hliðarlegu. Já, ég lærði þetta á skyndihjálpanámskeiðinu í fyrra. Já, sko einmitt út af svona málum, þá er skyndihjálpanámskeið alveg bráðnauðsynleg, bæði fyrir börn og fullorðna. En það er samt rosalega gott að sé bara þetta hringi 112 ef maður er ekki viss. Já, einmitt. En hérna, Hjálpús, fyrirgefðu, ég skildi þruma boltanum svona í þig. Það er allt í lagi. Allt í fína lagi. Þetta er kannski bara að fara að gera eitthvað annað. Nei, mér fannst þetta skemmtilegu leikur. En kannski er betra að ég verði ekki að upp á skápnum á meðan við leikum okkur í þetta. Frábært! En vitið þið hvað? Mér finnst sjúkrabílastöð alveg mjög gott orð. Hvað fyrir það? Hvað sé? Einhverjir vil hýta kaf og stundum gefast í. Á stærri sál en pásturinn er oftast sjúkrabíl. Svo þegar einhver veitist eða meiðist eitthvað þá manstu bara einn og tveir. Þú getur líka verið Hjálpús eins og Hjálpús sem er Hjálpús. Alveg eins og þú er Hjálpús eins og Hjálpús sem er Hjálpús. Alveg eins og þú. Þú getur líka verið Hjálpús eins og Hjálpús sem er Hjálpús. Alveg eins og þú er Hjálpús eins og Hjálpús sem er Hjálpús. Alveg eins og þú er Hjálpús eins og Hjálpús sem er Hjálpús. Alveg eins og þú er Hjálpús eins og Hjálpús sem er Hjálpús. Alveg eins og þú. Nú er komið að Hjálpúsi. Ragnar, Já, veldu. velja hvað? Nú lit. Ég veit ekki hvað það tala. Gulur, rauður, grænn eða blár. Bara blár. Gulur, rauður, grænn og blár. Og veldu. Rauður. Nei, sjáðu hérna ofan í. Í hvað? Já, ég vilja tölur. Bara 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og aftur. 11. Já, þú ert eftir að verða pípulagningamaður. Býtu, pípulagningamaður? Býtu, hvað segir það? Hvernig veist þú það? Nú, goggurinn segir það. Goggurinn? Má sjá.
Já, sniðugt. Hei, mér langar í svona. Já, ég skal kenna þér að búa til svona. Í alvöru? Já, segðu þér. Býttu smá. Halló? Já, hæ, Anna. Jú. Hvað, er ekki allt í lagi? Já, þetta er ég bara heima. Já, komdu. Já, bæ. Er ekki allt í lagi? Nei, hún var eitthvað voða skrítin í síma. Svo hún var eitthvað leið eða eitthvað. Og ætlar hún að koma heim? Já. Kannski getum við glatt hana með því að kenna henni að búa til svona gogg. Hei, já, geturðu kennt mér að búa svona til áður hún kemur? Já. Þannig, hvað ger ég? Sko, þú brettir svona inn í miðjuna. Já. Svona? Já. Já. Gott. Og hérna? Já. Og hvað þetta átt líka? Já, öll hotnin. Þetta er svona svo umslag. Já, aðeins betur þarna. Já. Já. Og svo bara skrifar á það sem þú vilt að standi. Þetta er sniðugt. Það byrja bara tölunum. Hæ. Hvað kom eitthvað fyrir? Nei, ekkert mikið, sko. Hvað gerðist? Ég var bara að labba heim og svo allt í einu fullt af fólki út á götu. Var slys? Það hafði verið keyrt á kött. Æ, nei. Leiðin. Og kötturinn var dauður og strákurinn sem átti köttinn var kominn og hann var auðvitað grátandi og þetta var allt svo voðalega sorglegt eitthvað og svo var mammans kominn og hún var að hugga hann og svo var ég þarna bara ein og svo allt í einu fór mér að líða svo illa og ég fór bara að gráta og það var enginn til að hugga mig og svo kom einhver maður og spurði mig hvort ég vildi ekki bara hringja heim og lánaði mér símann sinn. Og þá hringdirðu? Já. Æ, þetta er sorglegt. En svona laga getur víst alltaf gerst. Já, þetta var svo voðalega sorglegt allt saman. Æ, gott samt einhvern veginn að mammas var hjá honum og með. Já. Og rosalega maðurinn almennilegur að leyfa að hringja bara. Já, alveg mjög. Þekkti þið ekki neitt? Nei. Þetta hefur sennilega endað bara eins vel og það hægt var. Já. En það er ekki allir jafn heppnir eins og þið að eiga einhvern sem þið geta að tala við. Hvað meinarðu? Fannst þér ekki gott að geta hringt heim og tala við Ragnar þegar leið svo illa? Jú, mjög, alveg bara mjög. Sumir þekkja engan sem þið geta að tala við. Og svo eru sumir sem þekkja fullt af fólki en geta samt ekki tala við neitt. Ha? Hvað, akkur ekki? Já, sko það geta verið margar ástæður fyrir því. Og svo líður mörgu svo illa að þeir geta ekki hugsað sér að tala við neitt það. Það er alveg hræðilegt. Hvað á það fólk eiginlega að gera? Sko, sem betur fer eru alltaf til leiðir og Rauði krossinn, hann er til dæmis með hjálparsíma sem hægt er að hringi hvenær sem er. Hjálparsíma? Og hver svarar eiginlega? Já, það er starfsfólk og sjálfboðaliðar hjá Rauða krossinum. Þetta er bara venjulegt fólk eins og við en það hefur fengið þjálfun í að fást við svona mál. Já, og þannig geta allir hringt í síman ef þið líður illa. Já. Mikið er þetta gott að heyra. Já. Ha? En er þetta ekki alveg svakalega dýrt? Nei, það kostar ekki neitt að hringi 1717. 17, flott númer maður, það er svona stutt. Það er alveg rosalega mjög stutt. En líður ekki betur núna, Anna mín? Jú, mér líður bara miklu betur. Ég er bara svona pínu leið ennþá. Hei, við hjálpfús kunum ráð við því, eða ekki? Já. Hérna. Hvað er þetta? Goggur, veldu lit. Ha, rauður. Veldu tölu. Gulur rauður. 1. 1. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Má sjá. Þú verður... Húsverður þurfa að vera stór. Þetta er sniður. Já, eigum við ekki að búa til gogganda önnu? Hei, jú, gerum það. Já, endilega. Svona. Sjáðu, og svo getið þið bara skrifað. Já. Tölur. Liti, bæti við litum, svona, já, og starfsheitum, bara eins og þið viljið. Hei, minni tilbúin. Já, minn líka. Hérna. Veldu kross. Auðvitað, Rauða krossin. Rauður, veldu tölu. Það er bara að velja 17. Já, svona veldu bara. Já, ert þú ekki eitthvað að miskila þetta? Ég er svona veldu bara. 17? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Veldu aftur.
Það er aftur bara að velja 17 hana. Já, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Sko, þú verður starfsmaður hjá Hjálparsíma Rauða krossins. Já. Já, bara eins og 17. Leita átti kvíðabröst og lífið virðist börn og læðast yfir tárin eða heyrist aðeins snögg. Þú ávallt getur hringt og þannig öðlast í að trú. Því alltaf svara manneskinn svo þú. Þú getur líka verið hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús. Alveg eins og þú. Þú getur líka verið hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús. Alveg eins og þú hjálpús eins og hjálpús sem hjálpús. Alveg eins og alveg eins og alveg eins og þú. Leyfið mér að kenna ykkur lag sem mig, lag sem hjálpar